Áttundi liður er álagning gjalda 2010 fasteignagjöld og það bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér höfum við fyrir framan okkur tillögu að fasteignagjalda álagningu fyrir árið 2010. Þetta er 10. liður úr fundargerð bæjarráðs frá 17. desember síðastliðnum 50 degi og tillagan gerir ráð fyrir því að fasteignaskattur verði 0,3328 eða 3328% af fasteignamati íbúðarhúsa og lóða. Þetta er hækkun 4% frá þeirri álagningarprósentu sem var á árinu 2009. Fasteignaskattur verði 0,572% af fasteignamati hesthús og lóða. Í öðru lagi, undir B-lið, fasteignaskattur á sjúkrastofnanir, skóla, heimavistir, leikskóla, íþróttahús og bókasöfn verði 1,32% af fasteignamati og lóðaréttindum. Þetta eru svokallar opinberar byggingar. Þetta er hámarksálagning sem heimil er á slíkar byggingar. Í C-lið fasteignaskattur á annað húsnæði en A- og B-lið verði 1,65% af fasteignamati hús og lóða. Þetta er fyrst og næst atvinnu- og iðnaðarhúsnæði og þetta er hámarksálagning á þennan flokk húsnæðis. Í D-lið lóðalega verði 0,5% af fasteignamati lóða fyrir íbúðarhúsnæði. Í E-lið lóðalega verði 2,8% af fasteignamati lóða vegna B- og C-liðar. Það er að segja opinbera bygging annars vegar og atvinnuhúsnæðis hins vegar. Í F-lið vatnsgjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald krónur 6.689 krónur á íbúð og 100 krónur 34 aurar á fermetra og vatnsgjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald 13.378 krónur á eign og 100 krónur 34 aurar á fermetra. Þetta er vísitöluhækkun eða hækkun 9,7% frá árinu 2009. H-liður fráveitugjald verði 0,15% af fasteignamati húsa og lóða sem er óbreytt álagning frá árinu 2009. Nú að öðru leyti er tillagan það hvernig staðið skuli að innheimtu og bæjarráð samþykkti þessa tillögu álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2010 og vísaði henni til afgreiðslu bæjarstjórnar og það er sú afgreiðsla sem fer fram hér. Takk. Orðið laust 8. lið. Það er engin ósk eftir að taka til máls, þannig við göngum til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja tillögu bæjarráðs álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2010 að gefa merki. Það eru 11, hún er samþykkt samhljóða. Og 9. liður er álagning gjalda 2010 fasteignaskattur, reglur afslátt af fasteignaskatti og það er bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er í rauninni hið eðlilega framhald af ákvörðun okkar frá því áðan, það er að segja eftir að við höfum ákveðið álagningu fasteignaskatts, þá tökum við yfirleitt til umfjöllunar reglur afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum. En það er heimild fyrir því í lögum að veita tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum afslátt af fasteignaskatti og það er kveðið á það í þessum lögum jafnframt að þessi afsláttur skuli vera tekjutengdur og slíkar reglur tökum við fyrir og afgreiðum á hverju ári og í rauninni má segja að reglurnar séu nánast óbreyttar frá árinu 2009 og kalli þess vegna kannski ekki á sérstakar skýringar eða umræðu. Eina breytingin sem hér ræðir er í rauninni breyting á tekjuviðmiðum sem að fjallað í 5. grein reglana og þar er lagt til að það sem getur kallað gólfið í þessum tekjuviðmiðum, það er að segja lágmarks tala fyrir fullan afslátt er hækkað 4% bæði fyrir einstaklinga og sambýlisfólk eða hjón. Það þýðir það að til þess að geta fengið fullan afslátt samkvæmt þessum reglum má einstaklingu vera með allt að 1.938.000 krónum og hjón með allt að 2.747.000 krónur. Afslátturinn lækkar síðan hlutfallslega upp í upphæðina 2.960.000 krónur hjá einstaklingum og fellur þá niður og upp í upphæðina 3.899.000 hjá hjónum og fellur þá niður. Nú
Það svo sem ekki ástæða til að fjölyrða frekar en þetta. Ég legg einfaldlega til að þessar reglur svo hljóðandi verði samþykktar hér. Orðið er laust 9. lið. Það er engin óskar eftir að taka til máls, þannig við göngum til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja tillögu reglur afslátt af fasteignaskatti að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða.